sannlega til staðar hjá Blikum og kannski sérstaklega eftir að Blikar fóru í riðlakeppni samanstendarinn á síðustu leiktíð þar sem voru í riðli með Gent, Maccabi og Soria. En Blikar spilaði sem fyrsta Evrópuleik tímabilið 2010 og fóru þá bara í gegnum eina umferð því að þeir hlutu í gras gegn Motherwell á Skotlandi, töpuðu báða leikjum 1-0. En leikmenn heilsast. Það sem betur fer í augnablikinu ekki mikil rigning, það svona létt, bara svona laufléttur úti. Núna búið að vera undanfarnar mínútur meðan að það rigndi eld og brennistein hér á meðan að uppbytun stóð. Hins vegar Robertinho Brassan, 28 ára gamall, svona djúpur, situr svolítið, hann og Blagoja Spirkovski eru tvær breytingar. Spirkovski kemur sömuleiðis inn á miðsvæði sem er treyr nr. 88 og Vitao Brassin kemur í fremstu víglínu. Hér er Peyman Simani. Finnur hann sig heibort. Skuldur að sjálfsögðu send fyrirliði Blika. Alex Barilovski, 36 ára gamli hægri bak, fyrirliði gestana. Þeir eru tveir 36 ára gamlir í varnarlínunni hjá gestunum og geta Blikar nýtt sér það aðeins. Það var ekkert að víta þessum aldri. Því miður þá lífsklukkan þannig að það fer aðeins með hægjast á flestum. Við komum yfir 35 ára aldurinn. Ekki þó öllum, en vonandi þessum. Aðstofdómarnir hér að fara yfir netið og það virðist vera samþykkt allt klárt hér á Kópavogsvelli. Breiðablik Tikves frá Norður-Makedóníu, síðari leikur liðana. Gestirnir frá Makedóníu leiða með einu marki eftir fyrri leikinn og Blikum dugar því hér einsmarks sigur, saman hvernig hann verður til þess að fara að minnsta kosti í framlengingu, en ég myndi segja að það sé óþarfi. Vinnum bara stærra hér. Hér flautar Peyman Simani dómari til leiks. Blikar leika hér í fyrri hálfleik í átt að sporthúsinu Alfreð Helgi sem hann mun yfirgefa Blika eftir þetta tímabil. Toppið til táar, myndi einhvern segja. Þessi skó í stíl við búninginn. Frábær móttaka hjá Vitao. Það var Brasilis móttaka, kemur með sendinguninn á teginn og hér er fyrsta markið. Vitao með frábæra sendingu og markahæsti leikmaður liðsins á síðustu leiktíð. Edis Spaio kemur hér. Tikves í forystu. Þetta er nú hreinlega eins og köld tuska í andlitið. Því að Blikar hérna svona búin að vera með boltan meira og minna, stjórna ferðinni en sofna hérna á verðin. Vitao tók hann frábærlega niður en Blikar áttu eins og að gera betur. Sjáum hérna, tekur hann niður. Damir bakkar aðeins undan hann, kemur sendinginn á bakvið milli Anton Sara og Viktors Arnar. Frábær sending en Blikar eiga að gera betur og Spaio skorar hér og staðan Breiðablik 0, Tikves 1. Þegar 9 mínútur á klukkunni. Þetta þýðir að Blikar þurfa að minnsta kosti að skora 2 mörk hér í kvöld. Frábær sending á Kristinn Jónsson í fyrirgjáfstöð. Leggur hann tilbaka, Kristinn Steindórsson og þetta er rétt fram hjá markinu, fór hann að varnarmanni og Damir
eftir að vera bak við Aron, frábær sending og Aron lítur upp hérna, kýs að leggja tilbaka Kristinn Steindórsson en skoti frá honum yfir markið. Spilna þetta inn að marki og Ísak næði ekki að skallan á ramman hafna. Svona eitt tækifæri fyrir hálfleik. Allt væri svo miklu betra í Kópavogi ef að Blikar jafna leikinni fyrir hálfleik. Höskuldur skallar hann aftur fyrir sig, Aron mætir hér en skapar frá að Mósjóf halda eins og að boltanum. Nei, svarið við því. Það er Helgi með fasta sendingu á fjærstingina hér, skallar frá Kristinn Steindórsson er að jafna hér leikinn fyrir Blika á 44. mínútu. Datt fyrir vinstri fótinn af Kristni Steindórssoni og Kitty Steindórs gerir engin mistök. Aftur í jafnt hér á nýjan leik. Góð afgreiðsla frá Kitty Steindórs. Alls þetta er Helgi með fyrirgjöfuna. Skalla frá þarna varnarmanni en ekki skalla betur frá en svo að Kristinn Steindórsson fékk hann á lofti og gerði mjög vel tæknilega frábælega gert í að hann býður eftir að boltinn komi aðeins niður, sparkar aðeins ofan á hann til þess að missa hann ekki hann gerir það frábælega útvístöng í fjær. Breiðablik 1 Tryggves 1. Ísak Aron hér lítur í kringu sér, leggur til liður á Höskuldur getur skotið og Höskuldur fer í skotið og samrálum í netið fyrirlið Höskuldur Gunnlaugsson að koma hér Blikum yfir á 53. mínútu. Ísak og Aron Bjarnar voru þarna tveir í fremstu línu, spiluðu sín á milli áður en að boltan var rennt til hliðar á Höskuldur Gunnlaugsson og Evrópu höggi er alvöru höggi. Smellur mér í áttamarki og Stefán Tasser fá ekki möguleika. Breiðablik 2 Tryggves 1. Sjáum Aron rennur til hliðar, ein snerting og lætur síðan bara vaða og hann er ekki nálægt í að verja þetta. Ungi maðurinn í markinu og líka komið í fórustu hér en allt í amt samanlagt. Blikar ætla hér áfram, muni gera það. Þeir eru búin að fá sig nægilega mörg. Í fættur á Kristni Jónssoni, Kristinn hér inn á miðsvæði, hér er pláss fyrir Höskuld að fara á fullaferð. Hér koma 5 Blikar á 3 varnarmenn. Höskuldur halda þeim síðan, kemur sér með sendinguna. Kristinn Steindórsson rétt framjá markinu. Þarna var heldur betur tækifæri fyrir Blikana. Þeir rétt sleppa þarna. Höskuldur svo nálægt í að sleppa í gegn. Hér er Guerra kyrra af stað, sjáum að hann er öskufljótur hér. Damir fyrir niður og hann er komin á teginn. Guerra skoraði fyrir viku síðan en sem betur fer ekki hér. Leo Guerra brassinn þarna frá Kristiansund. Þetta er með Brynjari Darra Vilhelmssoni. Hér er Patrik Stokke, Patrik og Kristoffer með hlaupi, Kristoffer komin í gegn, Kristoffer, þetta er sjálfsmark, Blikar eru komnir, 2 mörkum yfir hér og leiðin áfram í aðra umferð, frábælega gert þetta hjá Stokke og Patrik setti kom í gegn og Kristoffer á fleygiferð og var að fara að skora sjálfur en varnarmaðurinn ákveða aðstoðan í því öllu saman og rendi boltanum í eigin net. Breiðablik 3 Tryggves 1. Breiðablik því núna 5-4 yfir samanlagt. Sjáum þetta aftur hérna. Hér er Aron Bjarnar. Patrik tekur hann niður, Stokke með hælsendingu. Patrik síðan með sendingunni í gegn. Kristoffer Ingi komin hér í gegn en þá var hann tæklaður af Daniel Mósjóf, bróðir þjálfarans og hann setur boltan í netið. Og Blikar í góðum málum þessa stundina.
Stjarnan komið áfram, Valur komið áfram. Það á að þurfa að undra spynni hérna með hægri fæti. Leyfi mér að fullyrða til þess að skori. Mojsjov með spynnuna og þetta er Anton Ari með allt saman í teskeið, slær boltan aftur fyrir. Spynna var enda fín tilraun, já. 4 mínútur komnar og 40 sekúndum betur. Anton Ari spynnir frá marki og hér flautar Píman Simani, dómari til leiksloka hér á Kópavogsvelli. Blikar eru komnir í aðra umferð í undankeppni sambandsdeildarinnar eftir 3-1 sigur hér á Tikves frá Norður Makedóníu. Blikar þurftu svo sannarlega að hafa fyrir þessu eftir 3-2 tap í Makedóníu fyrir viku síðan. Lendur undir síðan hér snemma leiks en komið tilbaka með 3 mörkum sem að dugði til. Og Blikar, eins og áður sagði, komnir í aðra umferð, mæta Drita hér á 50-daginn, held ég að sé bara rétt hjá mér. Drita frá Kosovo. Fyrir leikurinn fer fram hér á heimavelli Blika. Og þetta til Breiðablik 3.